Góðan dag, þá býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar nr. 238 og segi hann settan. Hann haldinn hér á bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins miðvikudaginn 29. október og hefst hann klukkan 17:30. Býð gesti velkomna, nær og fjær, og fundin sitja í dag Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Kristinn Björgvinsson, Guðrún P. Ólafsdóttir og Ásta Friðriksdóttir. Jafnframt ritar Ásta Friðriksdóttir fundagerð. Og áður en við förum í dagskrána, þá ætlar forseti að fá að leita ábyrgða með að taka á dagskrá 116. fund fræðslunefndar sem verður þá 10. mál fundarins, og ég ber það hér upp. Allir samþykki því? Það er samþykkt samhljóða. Þá skulum við vinda okkur í dagskrána. Það eru 11 mál á dagskrá og við byrjum á máli númer 1 sem eru viðaukar 2025. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá 437. funda bæjarráðs þann 22. október síðastliðinn. Þar er lögð fram tillaga að viðauka 3 við fjárhagsáætlun ársins 2025. Fyrir séð er að kostnaður vegna barnaverndar verði 12 milljón króna hærri en áætlað var fyrir ásamt því að sérfræðikostnaður hjá Stóru-Vogaskóla er yfir áætlun vegna uppfærslu á spjaldtölvum fyrir nemendum sem nam 2,3 milljónum króna. Fjölskyldudagar í Vogum fóru 1 milljón krónur fram úr áætlun ásamt því að fyrir séð er að kostnaður vegna matvæla hjá leikskólanum Suðurvöllum verði hærri en áætlað var fyrir, eða 8,8 milljónir króna. Helstu ástæður aukins kostnaðar hjá leikskólanum eru fjölgun barna á árinu, vanáætlun á upphaflegri áætlun, ásamt því að á árinu var hafið samstarf við Skólamat EHF, en samhliða þeirri breytingu fækkaði stöðugildum í mötuneyndi. Útsvar og fasteignaskattur var 85,7 milljónir króna yfir áætlun fyrstu 8 mánuði ársins. Að teknu tilliti til aukningar tekna 85,7 milljón króna eru netto áhrif á rekstrarniðurstöðu jákvæð 61,6 milljón króna og gert ráð fyrir að hækkun handbærs fjárs sem því nemur. Styrkur til knattspyrnudeildar ungmennafélagsins Þróttar á fundi bæjarráðs nr. 433 var samþykkt samhljóða styrkja knattspyrnudeild ungmennafélagsins Þróttar 350.000 krónur og bjóða þannig íbúum sveitarfélagsins og stuðningsmönnum Þróttar á heimaleik félagsins. Styrkurinn verður fjármagnað með tilfærslu af deild 0589, aðri styrkir og framlög yfir á deild 0689 og hefur því kostnaðaraukin ekki áhrif á áætlað handbært fé. Styrkur til Skyggnis björgunarsveitar á fundi nr. 434 í bæjarráði var samþykkt samhljóða að styrkja björgunarsveitina Skyggni sem nemur 192.970 krónur með niðurfellingu hluta aðgangseyri sveitarfélagsins í árskorti í líkamsrækt og sund. Styrkurinn verður fjármagnað með tilfærslu af deild 0589, aðri styrkir og framlög yfir á deild 0789 og hefur því kostnaðaraukin ekki áhrif á áætlað handbært fé. Orðið er laust viðaukann. Og ef enginn kveður sér hljóðs, þá legg ég viðaukann til samþykktar í bæjarstjórn. Þeir sem samþykkja hann gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í annað mál, en það er endurskoðun á aðalskipulagi 2024 til 2040. Tekið er fyrir fyrsta mál á dagskrá 74. fundar skipulagsnefndar þann 25. 2025. Tekið fyrir að nýju tillaga að endurskoðu aðalskipulagi sveitarfélagsins Voga að loknu auglýsingaferli samkvæmt 1. málgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010.
Tillagan var auglýst frá og með 28. júlí til og með 8. september 2025. Umsagnir og athugasemdir bárust frá 13 aðilum. Afgreiðsla skipulagsnefndar er svohljóðandi. Tekið hefur verið tillit til þeirra umsagna og athugasemda sem bárust á auglýsingatíma tillögunnar og eftirfarandi breytingar gerðar. Umfjöllun svæði í B hluta náttúruminjaskrár bætt við í greinagerð. Bætt við 3 varúðarsvæðum vegna gruns mengaðan jarðveg samkvæmt ábendingu Náttúruverndarstofunnar. Skipulagsnefnd telur umrædda breytingar á tillögu ekki vera grundvallarbreytingu í skilningi 1. málsgreinar 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan að aðalskipulagi sveitarfélagsins Voga 2024-2040 verði samþykkt samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og bæjarstjórn gerir svör skipulagsnefndar að sínum. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að senda skipulagsstofnun tillöguna ásamt athugasemdum og umsögn bæjarstjórnar þær. Og orðið er laust endurskoðað aðalskipulag 2024 til 2040. Andri, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Eins og þú last þarna þá erum við að bregðast við athugasemdum og umsögnum og erum því bara á lokametrunum sem er mikið fagnaðarefni fyrir mig. Ef ég endurtek mig frá seinasta fundið þá er ég búin að vera í þessu frá því 2018-2019 og það er gott að sjá að þessu verkefni fer að ljúka og nýtt aðalskipulag taki fljótlega gildi hérna í sveitarfélaginu. Og ef skipulagsstofnun hefur ekkert út á þetta að setja þá veit ég ekki betur en annað að það bara tekur gildi hérna vonandi fyrir jól. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Það er, þú fórst nú að tala þessi svolítið síðan, þá er það einmitt góður hluti gerast hægt og vonandi er þetta að hafast núna eftir miklu og stranga vinnu í skipulagsnefndinni og ótt að segja það. En orðið er ennþá laust. Nú enginn kveður sér hljóðs frekar, þá leggið það til samþykktar, þeir sem samþykkja það, gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Ég ætla kannski að lesa upp bara bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrúa að ganga frá afgreiðslu aðalskipulags sveitarfélagsins Voga 2024-2040 í samræmi við 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þá er það 3. mál. Það er óveruleg breyting á lóðamörkum milli Sjávarborgar 16 og 18. Tekið fyrir 2. mál á dagskrá 74. fundar skipulagsnefndar þann 21.10.2025 óskaðar eftir breytingu á lóðamörkum. Er að ræða tilfærslu á lóðamörkum lóðar 16 að lóðamörkum lóðar nr. 18 að Sjávarborg sem nemur breidd göngustígsins sem er á deiliskipulaginu. Þar með hverfur stígurinn af deiliskipulaginu en stígur þessi þjónar ekki lengur þeim tilgangi sem var stefnt í upphaflegu skipulagi hverfisins. Afgreiðsla skipulagsnefndar er svohljóðandi. Það er mat skipulagsnefndar að óverulega breytingu sé að ræða samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin felur umhverfis- og skipulagsviða grendarkynna í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar og leggur til bæjarstjórn að heimila breytinguna og fyrirliggjandi tillaga verði samþykkt og málsmeðferð verði í samræmi við þar til gerða grein 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og orðið er laust óverulega breytingu á lóðamörkum Sjávarborgar 16 og 18. Og enginn kveður sér hljóðs, þá legg ég það til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja þessa breytingu gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 4. mál sem er göngu- og hjólreiðastígur og Vogastapa. Tekið fyrir 3. mál á dagskrá 74. fundar skipulagsnefndar
þann 21.10.2025. Umhverfis- og skipulagssviðið var falið að ræða við HS Veitur og landeigendur með það fyrir augum að hjóla- og göngustígur verði á hitaveitu slóð. Ný tillaga var kynnt skipulagsnefnd eftir samtal við framgreinda aðila og afgreiðsla skipulagsnefndar var svohljóðandi. Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir fyrsta áfanga stígsins frá þéttbýlinu til vesturs upp á Vogastapa og grendakynna framkvæmdaleyfið. Framkvæmdin í samræmi við aðalskipulag Voga 2008 til 2028 ásamt því að vera í samræmi við tillögu að endurskoðun aðalskipulag sveitarfélagsins sem nú í vinnslu. Orðið laust göngu og hjólastíg. Gerðu svo vel, Andri. Takk fyrir, forseti. Þetta svona eins og framhaldi í næsta þætti. Ég kem að tala sama og tala seinast, en búið samt að afreka smá meira. Hérna erum við núna að vonandi að veita framkvæmdaleyfi og ég ætla bara að lýsa því hvað ég ánægð með það að hérna samkomulagi búið að nást að mestu með landeigendum okkar að legu stígsins og getum hafið fyrsta stig á framkvæmdinni og ég get ekki beðið eftir að við byrjum og get ekki beðið eftir því að við klárum stíginn alla leið að sveitarfélagsmörkum okkar og tengjumst þá við Reykjanesbæ og svo sjáum við bara hvenar við getum svo haldið áfram með stíginn út ströndina og tengt okkur við næstu nágranna í Hafnarfirði. Vonandi innan 10 ára, hver veit. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Þetta ein leið að sameiningu, það að byrja á hjólastígunum og það gott skref. Þannig að við fögnum því, fleiri sem vilja tjá sig. Ekki fleiri. Þá legg ég þetta til samþykktar og þeir sem samþykkja þetta gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. mál sem framkvæmdaleyfi vegna jarðvegsmanna við Heiðarholt. Tekið fyrir 4. mál á dagskrá 74. fundar skipulagsnefndar þann 21.10.2025. Framkvæmdaleyfi vegna jarðvegsmanna við Heiðarholt. Sóttir framkvæmdaleyfi við Mön samkvæmt skipulagi og meðfylgjandi útfærslu. Mönin 60 metrar á lengd, 20 metrar á breidd og 3-4 metrar á hæð. Og afgreiðsla skipulagsnefndar var svohljóðandi. Skipulagsfulltrúa falið að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir jarðvegsmön sem í samræmi við gildandi deiliskipulagssvæðisins. Og orðið laust. Engi vill kveða sig hljóðs, þá legg ég þetta fram til samþykktar. Þeir sem samþykkja þetta gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Síðan kemur að fundargerðum sem lagðar fram og ég ætla nú bara að lesa þær hérna upp í rólegheitum og svo orðið laust. Það bæjarráð sveitarfélagsins Voga númer 437. Það 6. liður, 7. liður bæjarráð sveitarfélagsins Voga 436 og svo fundur númer 435 hjá sama bæjarráði númer 8. Skipulagsnefnd sveitarfélagsins Voga númer 74. Númer 9. Númer 10 fræðslunefnd sveitarfélagsins Voga númer 116 og númer 11 frístund- og menningarnefnd sveitarfélagsins Voga númer 126. Og orðið laust allar þessar fundagerðir. Björn, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar að drepa aðeins niður í fundargerð bæjarráðs númer 435. 7. mál sem heitir átak í jarðhitaleit og nýtingu styrkumsókn. Við sóttum í þennan sjóð, sem sagt loftslags- og orkusjóð fyrir styrk fyrir hitaveitu út á strönd og
Ég batt nú bara svona töluverða vonir um að það gæti eitthvað komið út úr þessu sinni, en svo var það ekki og mér ekki bara leitt að þessu hafi verið hafnað og bæjarráð bókaði eitthvað á þá leið að lýstu því yfir að það væri svona ekki, já, bara harmaði þetta skildi ekki að fara í gegn. En við látum ekki deigan síga á, við bara undirbúum okkur bara betur núna á næsta ári og sækjum í þennan sjóð aftur á næsta úthlutun fyrir fram. En ég vil samt að segja það, mér fannst þetta svar frá þeim ansi rýrt, sko. Þetta voru einhverja 4-5 línur og að okkur að hafna þessu sinni. Það verið að leggja að búa til umsóknur en að gera þetta vel og fólk bindur vonið við þetta að fá svona svar sem var algjörlega órökstutt. Fannst mér eiginlega ekkert svona til eftirbreytni, en við höldum bara okkar striki og sækjum í þetta aftur og vonandi getur þetta orðið að veruleika, því að ef maður rétt þá er hlutur ríkisins 2/3 af þessu ef í þetta farið. Og þetta til mikill að hagsbóta fyrir íbúa þessa sveitafélags ef þetta að veruleika. Sem að, jú, kannski ef væntingar okkar uppbyggingun og ströndverður, þá þetta nú einmitt verkefni sem mjög dauðsfallið að styðja við það. Annað var það nú ekki. Takk fyrir þetta, Björn. Eva, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að stoppa við bæjarráðs fundargerðina síðustu, 437, mál 9, bara lýsa ánægju minni yfir því að það sé komin starfshópur uppbyggingu við Stóru Vogaskóla. Þetta búið að standa lengi til eins og við öll vitum, en núna hann kominn og bara hlakka til að fylgjast með þeirra vinnu. Svo ætla ég að staldra aðeins við 2 mál í síðustu fundargerð fræðslunefndar sem var á mánudaginn. Annars vegar það mál númer 5 gjaldfrjáls námsgögn og hins vegar mál númer 3 húsnæði frístundar. Í fyrra málinu fórum við yfir á fundunum stöðu gjaldfrjálsrar námsgagna hjá öðrum sveitarfélögum og því miður þá erum við bara frekar sein í þessu og svolítið eftir á með við önnur sveitarfélög, bara svo það sé sagt. En þetta mikilvægt mál því þetta snýr að jafnræði og því að öll börn hafi jöfn tækifæri. Gjaldfrjáls námsgögn ekki bara fjárhagslegur léttir fyrir fjölskyldur, heldur tákn jafnrétti og ábyrgð samfélagsins gagnvart menntun allra barna. Þetta náttúrulega getur líka verið bara kemur í veg fyrir sóun, þú veist að ekki vera alltaf endurnýja ný gögn að þau eru að koma alltaf hvert einasta skólaár með nýja stílabækur, staðinn fyrir þau að endurnýta frá því fyrra skólaári og þar eftir götunum. Og líka þetta þetta getur aukið þegar samanburð hjá krökkunum og skömm hjá þeim sem geti ekki komið allt þetta nýjasta og allt út í því að vera útilokun. En svo það líka að gjaldfrjáls námsgögn snerta marga þætti eins og grundvallar rétt barna til jafns aðgangs að námi, óháð efnahag og uppruna og aðstæðum foreldra. Og svo ef við förum aðeins lengra, þá bara samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á menntun án mismunar og stjórnvöld ber að tryggja að aðstæður til náms séu jöfn fyrir alla. Að gera námsgögn gjaldfrjáls því félagsleg aðgerð til að tryggja jöfnuð en líka forvarnaraðgerð gegn mismunun, vanlíðan og einelti. Í seinna málinu húsnæðismál frístundar voru allir nefndamenn sammála því að huga þarf að betra og öruggara húsnæði fyrir starfsemina. Frístundin mikilvægur þáttur í daglegu lífi barna og fjölskyldna og því skiptir máli að aðbúnaður sé bæði öruggur og aðlaðandi.
Þetta er ekki einungis spurning húsnæði heldur fjárfesting í velferð og öryggi barnanna okkar. Ég vil því leggja áherslu á að bæði þessi mál verða tekin áfram með markvissum þætti. Því þau snerta kjarnan í fræðslu og velferðarmálum okkar ágæta og flotta bæjarfélags. Jöfn tækifæri og öruggt umhverfi fyrir börnin okkar. Takk. Takk fyrir þetta, Eva. Orðið er ennþá laust. Mér langar að koma bara inn á eitt hérna í fundargerð númer 437 hjá bæjarráði og svo sem var það rætt líka á bæjarráðsfundinu sjálfum, en mér finnst það bara rétt að hvetja, eins og ég segi, starfsfólk okkar til dáða, að það er bara þetta nýja fyrirkomulag varðandi starfsáætlunina. Ég held að það er mjög athyglisvert að fara í gegnum þetta, lesa þetta og svo hlusta á stjórnendur fylgja þessu eftir. Við áttum okkur alveg á því að við erum greinilega að taka upp ákveðið svona kerfi sem að ég vil segja að sé svolítið nýmóðins í hvað þetta varðar. Við höfum ekki séð þetta svona áður hjá okkur og ég er alveg sannfærður það að þetta á eftir að þróast og verða betra, en þetta er alveg, eins og ég segi, gríðarlega gott skref í utanumhaldinu og vinnuna við fjárhagsáætlunargerðina. Ég vildi bara svona koma því að til þeirra sem að hafa nú verið að stunda sína frumraun á þessu sviði hér hjá sveitarfélaginu. Orðið er ennþá laust. Nú ef við ætlum ekki að tjá okkur frekar hér, þá ber mér skylda til þess nú að ég ætla að slíta fundi, bæjarstjórnarfundi, klukkan 17:53. Og varstu morðið, fyrirgjöðu? Nei. Þá slítum við fundi. 17:53. Takk fyrir.